Hæ, svona, núna á þetta alltaf að vera dottið inn. Gleðilegt nýtt tungl. Ég ætla að kveikja hérna á þessu í símanum mínum til að geta fylgst með. Þetta er allt að smella hérna í tækninni. Sjá. Svona. Já, hljóðir á. Svo er ég að koma hér stokkunum fyrir. Verið velkomin og gaman að fá ykkur hingað með mér. Það er komið að nýju tungli og svo er sólmyrkur þar að auki. Sko nýja tungli hámarkaðist hér klukkan 4:14 í nótt, þetta er í semmunar rétt. Og þannig að við sennilega fæst okkar höfum verið vakandi að fylgjast með þar að tunglið ná að hámarki. En orkan er samt enn í gangi og hún er svolítið svakaleg núna með bæði hrútinum. Hann er nú svolítið svona orkumikill. Og svo í ofanalagi kemur þessa sólmyrkri og þá má segja að allt tvöfaldist. Það er svona pínu spekinn þar að baki sem segir að orkan sé þá tvöföld uppskrift. Þannig að það er alveg svolítið mikið í loftinu og við erum alveg búin að finna fyrir í svona þessari eldsorku hérna í dag, allavega hérna fyrir norðan. Álíka þessum yndislega sumardeginu fyrsta þegar búið að vera bara sól og blíða og algjör dásemd. Ég vona að sem flestir hafi náð að njóta sumardagsins og náð að kíkja aðeins í sólina. Svona, nú er allt komið á sinn stað. Svona aðeins af hlaupum að koma öllu á sinn stað í þetta skiptið, það kemur stundum fyrir. Hver kannast ekki við það að við erum með allt á síðasta séns. Svona. Stokkarnir sem ég er með í kvöld, það eru hér Imperial Dragons. Þessir hafa oft verið áður. Svo Monology. Þau eru alltaf. Og svo hér Infinite Wisdom of the Chakras. Þetta er nýlegur stokkur hjá mér. Ég var með hann fyrir stuttu líka þegar hann var alveg sprungunýr. Og það var á annarkvort fullutungli eða nýjutungli sem var líka í hrútinanna. Sem var fulltungli í hrúti. Það er ekki langt síðan. En nú ætlum ég að setja skjáin niður, leyfa ykkur að tengja ykkur úr stokkana. Og aðeins að tala orkunum sem er í gangi. Ok, hér eru þó spilin. Við erum hér með Imperial Dragons, Monology og Infinite Wisdom of the Chakras. Nú, þessi orka sem er núna, sem fylgir hrútnum, það er mikil eldsorka. Mikil ástríða, mikil hiti og hrúturinn er svolítið svona táknmynd atorku og drifkrafts. Þannig að það er eflaust ekki margir sem eru að upplifa kannski svolítið mikið svona búst í vilja og löngunum til að gera hluti, drífa í að gera hitt og þetta, drífa í að fara út og gera eitthvað. Og það getur einhvern verið hvað sem er, hvort sem er sko bara innan heimilisins að róta orkunni þar, heilsa til eða út í garði eða gera sér áform einhverja framtíðaplön sko. Það getur verið hvað sem er. En ekkert skrítið ef að núna farið svolítið í gang þessi vilji og löngun til þess að breyta þessi kringum sig og breyta svolítið orkunni heima hjá sér. Það getur verið allt frá því að bara taka góða vorhreingerningu eða róta til húsgögnum sko og mála. En þetta er svolítið svona
viljinn og drifið til þess að breyta, fá nýtt, umvarpa orkunni svolítið. Og það er náttúrulega enn meira þegar við erum sólmyrkvar líka. Þetta er líka svolítið sem að tilheyri árstíðinni. Þegar það er að spretta hér líf allt í kringum okkur, þegar að sumarið er að gera vart við sig, það er orðið bjart úti, það er orðið hlýtt, það er sól flesta daga og bjart fram eftir kvöldi, það er ennþá bjart núna og núna er dagurinn að verða lengur og lengri og þá verður meiri orka í okkur líka og meira drif. Þá skulum við fara í spilin. Byrjum á Imperial Dragons. Við byrjum á að kanna hvað er að vakna innra með okkur. Hvað er að vakna innra með? Og það er hér vagnin sem er bara drifið sjálft. Þetta er drifkrafturinn okkar, þetta er viljun okkar, þetta er atorkan okkar, en þetta er líka hömlunin okkar og mótlætið sem við verðum fyrir. Það sem að vill stundum standa í vegi fyrir að við framkvæmum. En þá er oft ögrunin í að finna annaðhvort nýja leið fram hjá hindruninni eða að komast einhvern veginn í gegnum eða yfir hindrunina og láta hana ekki stoppa sig. Þannig að fyrir okkur sem að erum núna að uppgötva svolítið viljan okkar, drifi okkur og að finnast við þurfa að gera eitthvað eða ætla að gera eitthvað. Og það er rosa típist að fyrir marga að þá sé viljan búin að vera til staðar lengi og jafnvel marga mánuði. Svo allt í einu þá uppgötvar maður að þessi mótstaða, þessi hindrun skiptir engu máli. Og jafnvel að maður ekki sá að þetta sé óttalega vitleysa að vera að láta þetta tefja sig eða standa í vegi fyrir sér. Þannig að það getur verið svolítið uppgötvunin sem kemur núna. Eða þá að maður er að reka sig á einhvern vegg og átti sig á því hvað bull er þetta í mér að vera alltaf að rembast og að fara hérna yfir þegar það eru aðra leiðir færar. Þannig að þetta er svolítið svona vöknun á bæði viljanum og drifin okkar sem og hindrunum sem að hafa verið hjá okkur en við getum núna sett til hliðar. Nú, þá er það megin skilaboðin. Hver er megin skilaboðin með þessu nýja tónum? Heyrðu, þetta fullmikið. Ok. Og það kemur hér spilið sem að samsvara sem sagt djöflunum og þetta er í rauninni hér kallaðir djöful en ekki djöful heldur mischief, þannig að þetta er í rauninni hvað maður að segja óþökk, en hins vegar þá er þetta sem sagt þetta er okkar freistingar, okkar persónulegu hindranir, hvernig við stöndum í vegi fyrir okkur sjálfum, endurtekningar á óheilbrigðum munstrum, þegar við veljum okkur sömu erfiðleikana aftur og aftur og aftur. Þetta er svolítið, þetta tengist yfirleitt inn í skuggan okkar, eitthvað sem að er og býr í okkur sjálfum og ýmist gera okkur lífið leitt eða er hindrun í líf okkar. Þannig að hér
með þessi tvö spil þegar að vera að benda á að drifið og krafturinn er þannig til staðar og það eru einhver hindranir sem að eru að þvælast fyrir, að þá er verið að benda á að þetta er persónuleg hindrun, þetta er eitthvað sem er í þér sjálfu. Þetta er ekki utanaðkomandi, heldur þetta er eitthvað sem þú átt í þér. Eða þetta er endurtekning hjá þér, þetta er þitt val. Hann minnir okkur líka á það að við erum alltaf með val. Við veljum fyrir okkur sjálf. Við veljum okkar eigið hugafar jafnvel og við veljum hvort að við endurtökum okkur í lífinu, trekk í trekk. Og það kemur svolítið líka inn á þetta, sko, þegar maður er búin að vera kannski reyna að fara yfir sömu hindrunna, að rembast við að komast yfir eða gegnum einhver hindrun. Stundum þarf maður að átta sig á að það eru aðra leiðir. Við þurfum ekki að fara sömu leið og við erum búin að vera að reyna alla tíð jafnvel, eða við þurfum ekki að fara sömu leið og við gerðum fyrir 10 árum. Við þurfum ekki að fara sömu leið og Jón út í bæ eða Gunnar frænka eða hvað. Við þurfum ekki að feta alltaf í annarra manna fótspor eða endurtaka okkar eigin munstur. Við getum fundið okkar eigin leiðir. Þannig að þetta hér verður svolítið að fjalla í rauninu svona grunnskilaboðin, myndi ég segja, væri hægt að standa í vegi fyrir sjálfu þér. Við fáum hérna svona niðurstöðu á þessu. Það er nýtt upphaf, það er ný hringrás, nýr heimur. Allir vegir færir og allir heimurinn í boði. Að ef við hættum að endurtaka okkur, ef við hættum að halda okkur í sömu eitruðu munstrunum, sömu eitruðu hegðuninni, samböndum og samskiptum, ef við veljum okkur aðra leið, ef við komum okkur yfir eða gegnum eða framhjá hindrunum, þá eru allir vegir færir. Og það kemur bara aftur, hætt að standa í vegi fyrir sjálfu þér. Það er ekkert sem stendur fyrir þér og þínum draumum nema þú sjálft. Þannig því þarf að breyta til þess að þú komist áfram, til þess að þú getur farið inn í nýja hringrás, til þess að þú getur hafið nýtt ferðalag. Því að það er svolítið þannig að við sköpum okkar vegferð sjálf. Og þá þurfum við stundum að plæja svolítið vel veginn og stundum þurfum við að ryðja. En við þurfum líka að vita því að ákveða hvenær er tímabært að fara bara krók í kringum einhver hindrun. Hér skiptir svolítið miklu máli að hætta að þjósnast alltaf í sama hjólfarinu og fara þá einhverja aðra leið. Ekki eltast við einhverja leið sem einhver annar hefur skapað eða einhver sem segir ekki hendilega velja alltaf leiðina sem einhver segir að fara. Þannig já, og það kemur alltaf aftur áminningan að ekki þvælast í vegi fyrir sjálfu þér, skapa þetta eigið. Og ég ætla að fá hérna eitt íhugunarblóm, svona til þess að punkta þetta aðeins. Það kemur hér tjáning. Reyndar segir hérna communication, þannig að þetta eru samskipti. Þannig að hugsaðu sérstaklega vel samskiptið þín og hvernig þú tjáir þig við aðra. Hvernig þú tjáir þig í hóp eða innan fjölskyldu, við vinina, við maka. Það getur vel verið
að hér sé eitthvað svona vandamál varandi það að þér miðar ekkert áfram að þú nærð ekki að segja og tjá hvað það sem þú raunverulega vilt og þá þess vegna kannski oft að flæða bara svolítið með í annara farvegi. Það er svo mikilvægt fyrir okkur að tjá okkur sérstaklega í nánu samböndum að við tjáum hver okkar vilji okkar löngun hvað leið við viljum fara. Við erum ekki alltaf bara eldandi. Af því að það er bara því miður þannig og ég segi frekar sem betur fyrir þá það þannig að við mannfólkið lesum ekki hugsanir í bókstaflegri merkingu þó við höldum stundum að við gerum það og höldum stundum að aðrir gera það líka. En við getum heldur ekki alltaf sett á kröfu á fólki í kringum okkur að vita hvað við viljum án þess að við segjum það. Það er þannig á okkar ábyrgð að við tjáum fólkinu okkar líðan, hugsun og tilfinningu og vilja. Þannig að þessi breyting hér þarfnast meiri tjáningar. Ok, þetta voru breytanir og þá færum okkur yfir í monologi. Og fyrsta spilið það sem að vakna, rísa, innra með. Kemur hér, fullt tungl í bógmanni, look at the bigger picture, líttu á heildarmyndina. Stundum þurfum við einfaldlega bara að stíga nokkuð skref aftur á bak til þess að geta séð heildarmyndina og svona átta okkur betur á hlutunum. Og ég held að það sé að gerast hjá einhverjum núna, allavega þörfin fyrir það. Þegar það er mjög oft, sérstaklega í persónulegum málum, að við erum farin að rýna svo djúpt í öll smáatriðin að við vitum ekki lengur upp með niður hvað raunverulega að gerast og hvað það sem skiptir máli. Svona þegar maður pælir í stóra samhenginu, skiptir þetta máli? Og stundum maður að obsessa með að stressa sig yfir einhverju algjöru smáatriði sem að skiptir síðan kannski bara eiginlega engu máli. Þú veist, það síðan kannski bara eitthvað ómerkilegt í rauninni. Þannig að það borgar sig alveg að reglulega stíga nokkur skref aftur og bak og aðeins að horfa á heildarmyndina. Þó að sé ágætt að vera naskur og gæta að smáatriðum oft á tíðum, þá er vont að gleyma sér í þeim. Og það margborgar sig að reglulega stíga aðeins aftur og bak. Og þetta á við svo margt. Þetta getur átt við fjölskyldulíf eða sambönd, þetta getur átt við vinnustaði, þetta getur átt við skipulag á viðburðum eða hátíðum eða hvað nú þetta á við í flestri list. Það var mikið talað þetta í myndlistanámi, ég man vel eftir því þegar ég var í svoleiðis, að þá það alltaf reglulega áminning að stíga nokkur skref frá trönunum, horfa á myndina úr fjarska til þess að átta sig á heildarmyndinni. Þetta eitthvað sem við þyrftum að nota líka oftar í bara okkar persónulega lífi. Af því að okkur hættir til að gleyma okkur aðeins í smáatriðum. Nú, meginskilaboð, ef við kíkjum á þau. Hér kemur fullt tungl í krabba, personal issue reaches resolution, það er að segja vandamál, sem sagt eitthvað persónulegt vandamál, nær lokun.
Þannig að hér er að ná fyrir endan á einhverjum erfiðleikum eða konfliktum, einhverjum árekstrum í samskiptum og samböndum. Og mér finnst það eiginlega tengjast því beint að þú sjálft og jafnvel fleiri sem eiga í hlut ná að stíga aðeins nokkuð skref aftur og bak og sjá heildarmyndina. Og það er sérstaklega í ágreiningum sem að ná til hjartans, þegar þetta er kannski góði vinir eða náfjölskylda, að það kemur upp ágreiningur og þá fer maður að rýna í einhver algjör smáatriði, hver einasta skilaboð og hvert einasta samtal og eitthvað svona, vel að draga upp eitthvað eldgamalt. En svona í stóra samhenginu þá skiptir það kannski ekki máli. Þetta er oft í hitaleiksinn sem að tilfinningarnar eru hátt uppi, þetta er hjartans mál og þá fer maður að tína til alls kyns smáatriði sem að bara kynda undir eldin, kynda undir ágreining. Og hér finnst mér þá að ef að einhver sem á í hlut, sem er þú sjálft sem er þá að hlusta, nær aðeins að stíga til hliðar og horfa á heildarmyndina, þá myndi áttið á að mörg af svo smáatriðum sem er verið að velta upp skipta engu máli, eru jafnvel bara hlægileg þegar ég horft á stóru myndina. Við getum stundum verið svo kjánaleg þegar við erum í ágreiningum og förum að velta fyrir einhverjum algjörum smáatriðum sem að skipta engu máli. Og svo þegar við áttum okkur á að við erum að hafa okkur eins og upplýsingar, áttum við okkur á því bara að þetta var alveg ótrúlega asnalega hugsað hjá mér. Við höfum öll gert þetta. En þá skiptir líka svo miklu máli að geta litið eigin barm og séð bara hversu mannlegur og breyskur maður er í raun að veru. Að maður geti stundum verið alveg eins og flón, sérstaklega í ágreiningum og rifröldum. En þá þarf maður líka að geta haft smá húmor fyrir sjálfum sér og hlegja að sjálfum sér fyrir að haga sér stundum eins og asni. Að ekki taka sér of alvarlega. En ef við fáum svona útkomu á þetta, og það er nýtt tungl í bómanni, heppnin er með þér, luck is on your side. Svo sannarlega, því að það er alltaf svo mikil léttir, mikil lukka þegar að það leysist úr erfiðleikum og leysist úr ágreiningum. Þannig að hér, ef að einhver nær aðeins að stíga aftur og bak, aðeins að draga sér til hliðs og horfa á heildarmyndina, nær að sjá, þetta er kannski pínu fáránlegt og þetta er ekki það sem skiptir máli núna, þá er hægt að ná sáttum, þá er hægt að loka á þessi erfiði og þá mun það allt saman blessast. Og þetta er mjög vongott. Lukkan er með þér, segir hér, þannig að ef þú tekur ákvörðun að draga til hliðs, horfa á stóru myndina og loka á hann klára þennan ágreining, við skulum ekki sópa hann bara til hliðar og pakka hann niður, heldur klára ágreiningin, þá er það mjög vænlegt því að heppnin er með þér. Ég ætla að fá hérna blóm og það kemur enchanting, töfrandi, það er að segja hrífandi, heillandi, sjarmerandi. Þannig að hér gildir að nota svolítið persónutöfrana sína, leyfa sér
að gefa bara svolítið í þessa töfrandi notalegu hliða sjálfum sér og rétta svolítið fram sátturhöndina líka. Að mæta hinum aðilanum með brosi, með sátt fyrir stafni, að mæta viðkomandi, hvort sem það er einn eða fleiri, en að mæta þeim sem maður er búinn að vera í ágreiningu með sáttina með sér og bara viðurkenna eigin breyskleika og rétta fram sáttarhönd. Það er heillandi, það er hrífandi, það er mjög töfrandi þegar manneskja hefur það í sér að geta mætt á sáttaborðinu og viðurkennt, heyrðu, ég gleymdi mig líka, ég gerðist breysk manneskja og fór að einbeita mér og rífa upp eitthvað sem skipti ekki máli í þessu samhengi og mér þykir það leitt. En núna sé ég að þetta skiptir ekki máli og það sem skiptir raunverulega máli er hvað sem það er. Þú veist, að sýna það að þú sért tilbúið til að leggja svolítið þitt af mörkunum til að ná sáttum. Og gera það á diplómatískan, þroskan hátt. Það oftar en ekki drífur aðra með þér í lið og borð til þess að vilja ná sáttum með þér. Þetta voru monologi og þá skulum við kíkja á tjakraspilin. Og fyrsta spili er þá hvað er að vakna, hvað er að koma upp. Það kemur hér fjölskylduheilun og traust. Traustu á stuðninginn frá jarðarsálu fjölskyldunaðinni. Þetta sem sagt það fjölskyldan í þínu jarðneska lífi, fólki sem er hér og nú. Hvort sem að þessi fólkið, fjölskyldan sem þú fæddist inn í, það er að segja lífræna fjölskyldan sem tengd þér gegnum DNA eða fjölskylda sem þú hefur valið þér. En hér er lykilorðið sem sagt lífræna jarðneskja fjölskyldan. Ekki andafjölskyldan eða leiðsagnarverur sem eru í kringum þig. Þetta eru áþreifanlegar lífrænar verur hér og nú, mannfólk. Þannig að hér þarf að athuga svolítið samböndin sín. Rosa mikið finnst mér sambönd og samskipti finnst mér núna. En eins og ég segi, hérna þarf að leita svolítið í og kanna fjölskyldutengslinu sína, nánasta fólki sitt og leyfa sér að gefa eftir í að treysta og þiggja stuðning. Sérstaklega þegar maður er kannski svolítið ekstra þurfandi fyrir stuðning, þegar maður er eitthvað aðeins veiklaður sjálfur, þegar maður þarf kannski að láta létta aðeins á sinni ábyrgð og skyldum eða maður sinnir sjálfan sér í gegnum erfiðleika eða ykkur veikindi eða sársauka eða hvað það nú er. Leyfðu þér að þiggja aðstoð og stuðning frá fólkinu þínu. Það er allt í lagi að biðja um hjálp, að biðja um stuðning
og það getur líka verið mjög heilandi fyrir fjölskyldur, ekki bara fyrir þann sem að þiggja stuðning eða þiggja aðstoð. Það að vera beðin aðstoð, það að einhver náinn manni sýna manni þetta traust og stóli á mann, þó það sé bara í smá stund, það heilandi fyrir sambönd. Það mjög gefandi. Og þetta hluti af þessu fram og tilbaka jafnvægi sem að öll sambönd krefjast. Sama hvernig sambandið hvort sem það fjölskylda eða vina eða ástarsamband eða hvað. En það mjög heilandi og styrkjandi fyrir sambönd, öll sambönd, að það sé sýnt og gefið traust fram og tilbaka. Meginskilaboð fáum svoleiðis. Kemur hér endurspeglun, hero pose, hetjustaðan. Haltu áfram í vegferðina sem að flýta fyrir farvegi sáluðinnar hér á jörðinni. Og svo kemur líka Guadalupe sem fyrirgefningin, fyrirgefu sjálfu þér og öðrum og vektu enn dýpri opnun á hjartaðinu. Sérstaklega þessi spil komið saman, þetta svona svolítið táknmynd, þetta svona Maríu Meyjar táknmynd Guadalupe. Og hún kallar á þessa fyrirgefningu fyrir sjálfan sig og annan ásamt mikilli og sérstaklega djúpri opnun á hjartastöðina og kærleiksstöðina, samkenndina okkar. Og hérna komi líka endurspeglunin sem að býður mann að líta aðeins í eigin barm og sjálfan sig, jafnframt því að þiggja boð frá lífinu að fara í svona sáluvegferð, fara í vaxtarvegferð fyrir sjálfan sig. Það að segja sálin þín á þessari jörðu hér og nú af einhverju ástæðu, fyrir einhvern tilgang. Það einhver farvegur í boði fyrir sáluna og það verið að bjóða þér aðeins að gefa í, að skipta svolítið gír og taka svona góðan rykk. Hraða svolítið fyrir, setja svolítið meiri kraft í ferðalagið og fara svolítið hraðar. Þú gerir það með því að opna enn frekar inn á hjartastöðuna, inn á kærleikann, fyrirgefninguna og samkenndina. Og það stundum, það getur verið mjög snúið að opna svona mikið hjartastöðuna, það getur verið mjög snúið þegar að hjartastöðin í opnun. Mín upplifun hefur stundum verið svo að það getur verið óþægilegt að þetta svolítið berskjaldandi og maður getur jafnvel upplifað svona eins og hálfgerð kvíðaeinkenni. Að maður hafa hennar fiðring í brjóstinu og jafnvel upplifir maður svona eins og þessi aukaslag eða örhjartsláttur eða að maður er andstuttur. Og þetta svona, ef maður hugsar líkamlegu einkenni kvíða, nema hugurinn og rökhugsunum veit að það ekki kvíði til staðar, það ekki til að kvíða fyrir. Það allavega hefur stundum verið mín upplifun, alls ekki alltaf þegar hjartastöðin að opnast, en ef hún að opnast mikið og ört í einu, þá getur verið óþægilegt.
en það er ekkert til að óttast. Og í rauninni bara auðveldar það ferlið en maður bara leyfir svo að finna það og gefur eftir í það. Þegar það streitast á móti þá getur maður raunverulega að fara að upplifa kannski óraunhæfan kvíða og mikil óþægindi. Og þegar maður er gegnum þetta, eins og ég segi, þetta getur verið óþægilegt, þá er rosa gott að hafa eitthvað góða að til að þess að halda í höndin á sér og styðja við mann. Þau tala nú ekki hvað það er heilandi í samböndu líka þegar maður er að fara í gegnum fyrirgefningarferli, kærleiksferli og opna fyrir hjartað og samkenndina, að hafa einhvern náinn, einhvern góðan að til að taka þátt í því. Það er mjög dýrmæt gjöf og mjög það er mjög fallegt að fá að taka þátt í svoleiðis fyrir aðra mannesku. En við fáum smá útkomu eða niðurstöðu á þetta. Nú kemur hér sem glampa svo á þetta. Sem sagt hinn mikla miðja sólar, sameiningamátturinn, vertu meðvitað hugmyndir, meðvitund og tilvist umfram það sem við þekkjum. Það er að segja við skulum gefa okkur það og átta okkur því að við vitum ekki allt, við þekkjum ekki allt. Það er svo ótal margt til í heiminum sem við þekkjum ekki og erum ekki með útskýringar á. Þetta er jafnframt náttúrulega bara það hvað sem við viljum kalla það, hvort við viljum kalla það Guð eða almættið eða uppsprettan, sameiningarkrafturinn sem að heldur þessu öllu tengdu og gangandi, hvað sem við vilt kalla það. Miðja alls og tengingin á milli okkar allra. Leyfðu þér að vera opið fyrir þeim hugmyndum að þú veist ekki allt og það er margt enn til að læra. Já. Leyfðu þér að uppgötva nýjungar líka, sérstaklega í þessum málum, hvað sem við köllum þau, hvort sem við köllum það andleg málefni eða dulspeki eða annars konar vísindi eða hvað sem við viljum kalla það. Bara leyfðu þér að trúa, leyfðu þér að uppgötva, leyfðu þér að sjá að það er svo miklu meira en það sem við þekkjum og höfum útskýringar á enn þann dag í dag. Við skulum fá blóm. Hérna kemur education, fræðsla. Nú er kjörinn tími til þess að fræða sig, uppgötva nýja hluti, þetta er í rauninni sama áfram hér. Leyfa sér að finna að það er svo margt sem við vitum ekki, það er svo margt í boði til að læra og sérstaklega þegar við erum að gera breytingar í einkalífi okkar og í tilfinningalífi okkar, erum að opna okkur fyrir nýjum tilfinningum og nýri visku, leyfum okkur að uppgötva, leyfum okkur að læra. Ég vil meina það, ég rak mig ykkur stærra á það hvort ég las eða heyrði það, en ég trúi því staðfast að lykillinn að eilífri æsku er að læra alltaf eitthvað nýtt, læra helst eitthvað nýtt á hvernig degi, þannig höldum við okkur ungum að eilífu. Þannig að við skulum gefa okkur það, höldum okkur ferskum, höldum okkur ungum með því að gera grein fyrir því að það er enn svo margt sem við vitum ekki og það er svo margt sem við höfum tækifæri til að læra.
og kynnast. Ok. Þetta voru Infinite Wisdom of the Chakras. Nú ætla ég að setja skjáin upp áttur. Svona. Já, þá er ég búin að lesa úr öllu stokkunum og eins og venjulega þá nýt ég þess mjög að eiga þessa stund með ykkur og alltaf gaman að sjá hvernig kemur úr spilunum. Ég veit aldrei fyrirfram hvað er að fara að gerast, hvernig flæðið verður, en alltaf mjög notaleg stund að eiga og gaman að sjá gaman að sjá og finna fyrir ykkar viðbrögðum að þið séð að njóta líka. Þannig að ég segi bara ástarþakkir fyrir mig, bara ég vona að skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og komi af gagni. Takk fyrir mig, þakka áheyrnina og segi það bara það til næst.